Þá höldum við áfram í föstudagsþættinu hérna á N4 sem við tökum upp á kaffihúsinu í Lystigarðinum á Akureyri, Kaffi Björk. Og næst komið að því að tala bækur vikunar. Við ætlum að hafa þetta svona þema að tala bækur, enda ekki seinna vænna við ætlum að ná að tala margar bækur fyrir jólin. Já, við ætlum að ná öllum jólabókunum fyrir jól. Það verður maraþonþættir. Það verður það hverjum degi, velkomin. Takk fyrir. Við ákveðum að taka fyrir allavega 2 bækur, jafnvel fleiri í dag. Já. Og það eru nú ekkert rosalega líkar þessar bækur hérna. Það eru fyrstir aukaspyrna á Akureyri eftir Gunnar Helga og svo með góðu eða illu, þetta er enn ein skandinavíska krímaserían. Já. Elsbeth Ekholm sem skrifar þetta sem er dönsk. Já. Hvar að byrja? Ef að byrja á Elsbeth? Já, byrjum henni. Þetta var bara, ég er nú ekki, ég les ekki mikið af krimum, en mér finnst það bara alveg ótrúlega góð. Já. Það var reyndar, velti fyrir mér á tímabili að það var svo ótrúlega mikið af karakterum og konur sem allar kljást við stóru vandamál. Já. Og ég hugsaðist á tímabili, hvernig komast þær allar í þessa bók? Já. En það einhvern veginn, þetta bara gengur alveg upp. Og þetta gerist í Árósum? Já. Sprenging? Hver er sögutráðurinn? Ég náði ekki að lesa hana. Sögutráðurinn, það er ung kona sem er svona tiltölulega nýkomin í pólitík sem ætlar að hún ætlar að fara að berjast borgarstjórasætið og svo verður þessi sprenging og þetta tengist allt henni að svona smá forbreytelsen tilfinning í byrjunni og svo sko. Og svo er það hún Dikti sem er sögupersóna. Þetta er náttúrulega ég veit ekki, 4. og 5. bókin hana Dikti sem Elsbeth Ekholm skrifar en það var bara 2 komið út á íslensku. Hún sem sagt fer í rannsókn á máli tengt henni og sprengingunni og sem tekið sýninnar síðan aftur tilbaka. Akkurat, hún er sem sagt blaðamaðurinn í hópnum og tengist þarna inn í lögregluteymið líka. Þetta er allt mjög mikla tengingar. En þetta samt svona, þetta einmitt kannski líka skemmtilega við þetta bara, maður sér alveg fyrir sér þessa dönsku þætti sem er búið að vera að gera og hafa gengið svo vel upp sko. Þannig að þetta fellur alveg inn í það. Já, og fyrir mitt leyti til eins og til dæmis Lísa Marklund sem hefur verið að skrifa mikið af krimmisögum. Ég er hrifnari af þessari konu, Ekholm. Mér finnst einhvern veginn, hún er skýrari finnst mér sko. Karakterarnir eru skýrari, sagan er skýrari og þú er svona dettur fyrr inn í þetta. Og ég fekk strax áhuga eftir að lesa þessa að fara bara tilbaka í fyrstu bókina sem er víst ekki komin út í íslensku enn. Og þannig að mér finnst þessi góð. Já, þessi var mjög góð. Allavega Maður tekur alveg bókina sem er búið að þýða hérna bókina og lesa hana líka, ég á hana eftir. Þannig að það er ekki spurning. Og svo eru þau að fara að gera sjónvarpsþætti út í Danmörku. Já. Upp úr þessum bókum. Það er svolítið skemmtilegt. Eftir að hafa lesið þessa bók þá er það svolítið spennandi. Ég trúi ykkur. Aukaspyrna á Akureyri, Gunnar Helgason. Hann var búinn að gera hvað það eru? Víti í Vestmanni. Já. Þetta er svolítið sniðugt hjá honum. Hann tekur hérna fótboltamótið sem náttúrulega hvað það eru nokkur 1000 drengir sem mæta á þessu mót. Sem sagt SO-mótið sem heitir N1-mótið. Já, hérna hjá okkur. Já. Og þarna er þá komið framhaldið af Víti í Vestmannum. Þá eru strákarnir komnir, þeir eru komnir í annan flokk. Í hérna fótboltanum, sennilega bara 5. flokkur. Og eru mættir á mót á Akureyri. Og þetta er bara þeirra upplifun af mótinu. Og ég fyrir mig að lesa það sem fullorðinn þá náttúrulega það kveikir kannski ekkert brjálæðislega í mér en ég er búin að vera að farast á svona fótboltamótum og maður veit alveg hvernig þessi dagar eru og þetta kemur alveg heim og saman en fyrir þess að stráka að lesa þetta þetta er náttúrulega stráka fótboltamót þetta er alveg fyrir stelpur líka Hann skrifar þetta einhvern veginn þannig að það er eins og hann allt í þessu sé bara orðrétt Já, orðrétt eftir strákunum Já, eftir því sem ekki gerði og það sé nánast engin skáldskapur í þessu það einhvern veginn ljóslifandi Og ég held að sé einmitt bara að því að það er rosalega mikil strákarödd í skriftunum. Já, það er það. Og það er alveg bara þögnin og allt eru þarna inni og það er bara lýsingin, sendingar á boltunum og... Teikningar með leikkerfum Já, það er alveg, það er aukaefni í bókinni. Eina sem ég hugsaði var ef ég væri Polly og væri til dæmis keppa fyrir Þór eða hvað sem er, KR. K.A. Og væri að lesa Þróttara eins og hann er. Já, þetta er Þróttarastrákur. Já, hvort að ég hefði einhvern áhuga á því en einhvern veginn skiptir það einhver máli þegar maður er komin inn í bókina. Nei, ég held ekki nefnilega. Ég held að allavega getur maður ímyndað sér að þetta verði eins og þú varst að segja áðan, kannski bara svolítið svona endurupplifun eða ímyndun áður en þú ferð á mótið eða endurupplifun eftir þú ferð á mótið. Í rauninni sko.
í rauninu og það er einn á mínu heimili sem á leiðinni á móti í Vestmannum í fyrsta skipti næsta sumar og þá held ég bara kjörið að lesa Víti í Vestmannum. Og svo hægt að taka þessi framhaldi. Svo næsta ári, já. Það mjög snilt. En svo náttúrulega bara tekið fyrir þarna einn riðill, þannig að, og sérstaklega fyrir liðin í þessum riðli, hvort sem þetta var raunverulegur riðill ekki, við veitum það ekki alveg. Því svo verður þetta eiginlega svona hálfgerð handbók, því í restina alveg talað foreldra hvað maður taka með sér á sig mót og allt það, þannig að þetta bara svona skemmtisaga og handbók fyrir fótboltamót á Íslandi. Já, en svo það kannski ekki bara skemmtisaga, því það pínu sorglegt inni líka. Já, það drama, í þessu dramatvist. Vinurinn sem fer yfir annað lið og svo heimilisofbeldi mér þess að. Já. Og bókin endar þannig að það hlýtur að vera framhald. Já. Hvaða mótur næst? Þeir hljótu bara að koma á seinna árið. Já. Þessi sami hópur. Já, þetta er 2 ár. Víti í Vestmannum með Aukaspyrnu á Akureyri, þannig að það þarf að stuðla sko. Það þarf að vera, já. Það verður spennandi að sjá hvað Gunnar Afar slakir á Akureyri. Nei, bara svona hugmynd. Innkast á Egilsstöðum. Innkast á Egilsstöðum.